7 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já, í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálarinnar. Ok. Linda, en svona aftur að spurningunni, hvað myndir þú vilja svona kannski skilja eftir? Þú veist núna þegar við göngum inn í nýtt ár, er eitthvað svona sem að inn í þér sem þú vilt bara svona skilja eftir og kannski ekkert endilega heimsækja aftur? Já, ég skil. Já, ég þykir skilja. Já. Sko, fyrst ætla ég aftur að hrista úr mér allan vit fyrring. Þú veist, þennan fyrring sem heldur hann skilur eitthvað sem að bara, jafnvel hann, hún veit lítið um. Svo ætla ég að vita, ég ætla alveg að vera vitni að því að moltan mín, hún er vel full af alls konar sko úrgangi og leifum af mér og mínu. Það gengur rosa vel og það eru margir ormar sem er að éta svona forna tíð. Og svo sá ég fyrir mér þegar Söðutastelpur, Einar Jónsson, einn af hans dásamlega listaverki, talandi um listamennina og konurnar. Hann heldur sko ein persónan, leikarinn, heldur á ham, bara heilum ham, svona ham. Þannig að ég kalla á allt þetta gamla úrelda, það þekkir sig sjálft, það þekkir sig allt þetta úrelda sem er hamur hins gamla, sem er þetta lindamjöll, lýra eða hversu sem hún þykist vera. Og ég bara kalla inn að þegar ég er úrhömuð, að þessi ljómandi tæra vassvera sem að mamma kallaði nú mjöll, sko, hún kallaði mig nú alveg lindin og mjöllina, þannig að ég er að kalla inn að þegar allt þetta er í moltunni og allt sem að kali má nú líka alveg brenna smá þess á báli og svona hinnar og þessar gyðjur mega nú alveg eiga þennan úrgang, þetta bull sem ennþá kannski hristist úr mér, vitfyringin. Og já, og þá stend ég bara, og sé ég bara fyrir mér að ég stend í mínu sanna tæra mjallar snjókorni. Hvernig snjókorni er þegar það er sitt fallegasta, bara það þekkir sig alveg sjálft. Það er algjör geometría sem er bara fegurð og ég man eftir þessu. Þetta var fyrsta sem að sagði mér að það væri til eitthvað aðra en þetta ég. Og bara, það var snjókornið. Það var bara snjórinn. Einmitt og frostrósir, vá. Og rósin. Frostrós, já. Vá. Hann er drikkuð nín svoleiðist. Já, takk fyrir að spyrja. Heyrðu, en það kom nýr gestur, Steina, að kynna. Já, það kom ný kona. Hversu mörgum konum er þetta að koma við þetta hringborð? Nú erum við orðna 5, þetta er sjúklega skemmtilega. Velkomin Katrín Oddsdóttir, getum við ekki klapp, Dóra? Takk. Jú, það sé þetta. Ok, já, þetta er líka. Já. Það með svo krummi fyrir ofan þig, sem hann einu menni. Allt, mjög gott. Heyrðu, velkomin, ég sé þú ert með spilin, ertu með eitthvað agenda mætt í þátt? Nei, ég sá bara í morgun að þið höfðu verið að segja að hér vildu þið fá konur að borðinu sem getur skengst inn í árið 2026. Takk. Og þegar mér berst kall, þá svara ég því kall. Auðvitað. Þannig að ég náttúrulega inspirerast á að hlusta á hana Lindu milli Mjalta og Messu sem að kannski mögulega hlustundum mistu af, en ég ætla að biðja hana að draga spil. Auðvitað. Vinkona? The Queen of Persia. Já, heyrðu, ég ætla bara að gjörðu þú svo. Heyrðu mig! Já, það er hýjenan. Það er hýjenan. Erum við ekki bara Nú eru hlutirnir að gerast. Nei, við erum í toppmálum. Já, þetta eru góð mál. Ég fæ smá fiðring hérna alveg niður í rass. Þetta er þá spá fyrir 2026. Já, ég held að hún sé svona að spá fyrir einhverjum hlut að árinu sem við þurfum að vita fyrirfram. Þetta er mjög mikið svona húmor og kaltæðni. Það er nú kannski líka verið að smitast af því andrúmslofti sem hér er, að við leyfum okkur að gera grín að öllu sem hægt er að gera grín af. En þetta er í raun og veru svona grínistinn í hópnum, þetta er svona crowd pleaser, þannig að árið verður svolítið fyndið. En Ísland er náttúrulega þannig, hvað sem er, það er alltaf eitthvað rugl í gangi hérna, þannig að það þarf ekki mikið að gerast til þess að maður sé bara það er alveg satt. Já, en fyrir neðan þetta yfirborð, þá eru svona einhverjir draumar sem eiga eftir að láta sig rætast. Og það er svolítið svona,
það þannig svona, ef þetta væri persónuleiki þá væri þetta sá sem kemur og segir alla brandarinn og þannig, en kannski næri ekki sjálfur að setjast niður og skrifa bókina sem hann langaði þannig að það einhvers konar svona, ekki við náum ekki alveg að framkalla allt sem við viljum sem kannski samfélag á þessu ári, en við verðum svolítið í okkar gamla Getur góða. þetta þýtt að Ísland verði einhvers konar kortgestir á alþjóðasviðinu þá? Það væri Með að við hvernig staðan í heiminum er? Já, það geti gæst, sko, en það geti verið mjög gagnlegt. En komum samt engu í framkvæmd? Já, sko, þú veist, þegar þetta spil kemur þá maður bara aðeins að hugsa, er ég að treysta of mikið á húmor og kaltæðni, á ég kannski aðeins að fara í meiri einlægni, getum við, og ég vona að þú veist, þau sem þetta heyri, taki það inn í árið 2026, að því Íslendingar eru svo gjarnir á það að slá bara hlutunum í byggarín og þetta bara reddast og þetta er bara alltaf svona og öll þessi spilling og annað, svona er þetta bara. En við þurfum svolítið að vera svona, en af hverju lögum við þetta ekki? Já, en það er líka sko... Og muna, eins og Linda segir, hver við erum, sko, hvað er landið í okkur? Já. Og hvað finnst okkur til dæmis óþægilegt að ræða? Nú til dæmis eru náttúrulega alls konar blikur á lofti í stjórnmálum og annað og það eru tveir skólar sko, að bara hunsa þetta allt saman, þú veist, eða að taka alltaf orðræðin á móti og svona gagnfræða og segja, heyrðu, nei, þetta er nú ekki rétt. Gamla Ísland sem var kall eftir var líka bara algjört hellhól, sko, sem alveg fara inn í það, ekki líka, sko, þó að við getum tekist á alls konar mál. Við erum ekkert að fara aftur inn í, Nei, allar konur lestir við einhverja eldavélar Nei. En þú veist, þannig en samt á einhvern nátt, sko, þá er þetta svona spurning um það að sjá bara hvaða takmörk maður hefur og taka þau mjög alvarlega. Þannig að spilin er að biðja það hér og nú. Hvað? Að við öll sem að heyrum þetta, horfum inn á við, hugsum, hver eru mín takmörk og hvernig get ég tekið þau miklu alvarlegar en ég hefði ætlað mér á þessu árið 2006. Vegna þess að það getur haft svona multiplying effect. Ef allir fara og raunverulega reyna að láta sína drauma, svona kjarnadrauma, rætast, þá getur það sko svona ripple effekta þannig að það verður miklu betri aðstæður til að drauma rætist í samfélaginu. Nei, bara, ég verð að segja, þú veist, það er bara þetta með hýjunina og þetta með kaltæðnina og til dæmis bara á leiksviði, leikari sem er alveg að komast að dýfsta tóninum í sér og býr til brandara áður en að ferðanga, hann ýtir öllum salnum frá sér. Salurinn er á leiðinu með leikaranum inn í djúpu tilfinninguna, en ef að leikarinn hefur ekki hugrekki til þess að fara þangað sjálfur, þá kemst salurinn heldur ekki á. Nei. Og salurinn er rændur sínu karþasis. Og leikara sem gerir þetta ítrekkaðast, að hlæja sig frá erfiðasta staðnum, þeir verða óþolandi fyrir áhorfendur. Af því við viljum öll komast inn í þetta katharsis sem þú veist að tala um. En var það ekki líka, þú veist, eins og með Spaugstofuna, þeir voru bara eitthvað svona vettill á, þú veist, hérna óánægju fólksins. Þú veist, það var alltaf Davíð Oddsson, hinleikarinn þarna, ég sé mann ekki. Örn. Já, Örn. Ég veit alveg hverju það ert, en ég myndi ekki út í stressa. En þeir voru bara vettla á hverjum laugardagskvöldi. Það vantar parodíu. Nei. Þess vegna við hélst þetta svona lengi. Já, parodían. Út af það var ekki farið inn í karþarsis, það var það vettla. En þetta, að því hún er að segja að hvert og eitt okkar þarf að fara til sín og segja hvað ræni ég mig því að fara inn í hugrekkið sem er einlægnin. Ég vil raunverulega þetta. Hér er sásauki minn, hér er stærsta óskin mín, hún er viðkvæmust og þar er auðvaldast að meiða mig. Ég er að segja það ef það vettla af með húmor, þá ferði ekki inn í karþarsis, þá ferði ekki inn í. Og líka kannski fyrir okkur Íslendinga, þú veist, þegar við erum einhvern veginn sett saman á alveg sérstakann hátt held ég, þó að allar manneskjur séu bara manneskjur og allar tengist og allir séu í raun og veru eitt, þá er hér alls konar hlutir sem eru ekki allstaðar til reiðu, eins og til dæmis rosalega sköpunarkraftur. Ég þekki engan Íslending sem er ekki listamaður. Nei, einmitt. Vorum að tala um það. Og þú veist, það er kannski svolítið það líka sem að þýðir það að það eru margir með einhver draum í maganum sem aldrei fær að koma fram vegna þess að samfélagið sé hann svo crazy og hratt og allir þessi skjáir, allt þetta rugl. Þannig að þú veist, jafnvel þó að eins og til dæmis morgun sá ég að vera að ræða það í Noregi líka núna að banna samfélagsmiðla fyrir krakka og að 70% Íslendingar eru sammála því að það ætti að gerast. Þetta er eitthvað sem ætti bara að gera 1. janúar, finnst mér. Að sjálfsögðu. Þú veist, bara fara þangað, ekki bíða eftir að við gætum komist þangað, bara fara þangað. Þú veist. Einmitt, en svo hugsa maður líka um stórmyndin, ég fæ alveg sko, svona mér verður illt þegar ég hugsa um það að það sé að fara í gang enn einn veturinn í barnaskólanum og grunnskólanum og framhaldsskólanum með eitthvað námsefni sem er alveg gjörsamlega úrelt vegna þess að tímarnir eru að breyta svo hratt og AI er að fara að breyta öllu svo rosalega hratt núna að sko líka ættu við bara núna að bara einhvern veginn algjörlega stokka upp skólakerfið, algjörlega.
og svona gera svona drastíska, það er tími fyrir drastíska breytingar Ég núna. skil ekki alveg þetta skóladóm. Og sko mér Bara einhvern yfir veginn, fyrir gæðu, ég er að horfa á hann rjóma hérna fyrir frá mig og hann rjóma sem er að berast. Sko, Það er að því að Katrín Óttsdóttir er semst í Já. peysu sem stendur á rjómi. Það er Já, ógeðslega flott svona stendur hönnunni rjómi. peysa Og fyrir þá sem sjá ekki en heyra bara. Alveg, það er rjómi og hérna á handleggnum hennar eru sko örvar sem eru upp og það sem ég er að sjá og bara, já, ég veit, heyrðu, vá, opnið hér! Já. Sko, ég er einhvern veginn komið bara við strokkin og fortíðin og tíðnin og allt og hátíðnin og skólakerfi og allt. Það er eitthvað með þetta er svo marglaga, sko, til þess að rjómi verði til, náttúrulega undanrenna, það er alls konar í þessu, undanrenna og mjólk og þetta er marglaga. Og þetta, þú veist, til að ná kjarnanum að hvað virkilega rjómin er, þetta er líka smá svona, og að sökkva niður í þessa dýft, þar sem að hýjan, veist, þetta, hvað er laskað og hvað er lamið og hvað er bara tilbúið að deyja. Einmitt, hvað getum við losna við krakkar? Þú veist, við getum ekki haldið svona í svona mikið rugl, við þurfum bara að sleppa. En líka gefa þér rými líka, Til að kannski geta ekki njóta- losna við, bara að það fái space. Já, það fáið space. Já. Að hvað Já. fái space? Rými. Kannski ekki að losna við neitt, heldur bara að allt fái space, rými. Ég er Þú meinar eins og í partasálfræðinni, þú veist að vondi Já. partarnir sem maður vill ekki gangast við, þeir verða samt að fá að tjá No bad sig, parts. þannig að við skiljum af hverju þeir eru þarna. Ég En meina ekki og bara taka allar það og drekka tilfinningar, þeim. við erum ekki og að fara- losna við já. tilfinningar. Nei. Við erum bara að þjálfa taugakerfi bara, í af að hverju þóla varstu þær. til? Þóla þeir og, já. Eða losna við minningar, við verðum bara að geta þóla minninguna. Þú veist, þetta Já. er bara það, taugakerfi. Ég er á mannlegu leiðinni. Og kannski eitthvað staðar í þessu, Emma, kemur hlátur hýjenunnar. Þú veist, þegar losunin er komin, það sé ég oft. Þegar ég er búin að losa mig og ég er búin að sjá hvað liggur undir, þá kannski kemur mitt eigin innsæi með bara innilegan hlátur. Já, Já, það Eins er og sama. hérna. Já. Og það er mitt fyrir mig og mitt innsæi. Einmitt. Ekki til að varpa út og Nei. En hínan gerir líka mikið úr litlu, hún vinnur úr afgöngum og svona og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt fyrir næsta ár líka vegna þess að það er samdráttur og það er náttúrulega alveg tekið eftir því í samfélagum miklu minna ferðamenn, miklu minni kaupmenn eru alveg miður sín eftir jólin, lítið keypt og svo framvegis og þetta verður svona, það er svona frekar mun fólk dragast saman vegna þess að það hefur ekki jafn mikið sko milli handala til þess að eyða í gerviþarfinnar og þá er akkurat komið mómenti til þess að gera það sem þú ert að segja, Kata að fara þess inn á við og þú veist, hvað vil ég standa vörð raunverulega, hvað er mikilvægt fyrir mig Já, mér finnst líka í takt við það sem að Imma var að segja sko taugakerfið okkar, manneskjana, að því síðan eru við sko myndum við saman taugakerfi sem er svona samfélagið og vinahópar og fjölskyldur og annað og þess vegna er þetta svolítið svona eins og þú getur ekki úthýst frændaðinu sem er alkoholisti eða eitthvað úr fjölskyldubúðinu og þess vegna eru jólin svo merkilegu tími vegna þess að það er neyðslega að hitta alla þína ættinga hversu leiðilegir eða ósamálaðir sem þeir eru sem er mjög hollt. Ég held að þannig að sko í raun þegar við erum að heila okkar taugakerfi þá erum við líka að búa til betri möguleika á að heila þessi stóru taugakerfi sem eru bara samfélögin, fjölskyldurnar Ég meina þá myndum við þól fyrir öðrum. Já, þannig ég er sammála sem að vera ekki að úthýsa því sem er eitthvað endilega dimmt og þannig heldur en kannski að skilja það og þóla það Alls ekki, og bara elska það. þóla það. Já, og skilja hvað það er í manni sem að pirrar mann og díla við það Akkurat, já. í staðan fyrir að ráðast til allegu við eitthvað sem að maður skilur ekki eða finnst skrítið. En við erum búin að spyrja hinn báða stelpunar hvað myndi vilja skilja eftir frá árinu 2025 og ekki taka með sér yfir 2026. Það getur verið eitthvað gamall lærdómur sem þú bara segir núna, ég er hætt þessu. Ég er vaksin upp úr þessu eða þetta þarfnast ég ekki lengur, þetta gagna... Sko eins og svo ótrúlega margar konur og margar manneskjur þá er svona mín eilíðar verkefni er svona mörk og einu sinni fekk ég eitthvað svona skyndi lærdóm, bara eitthvað, veit ég hvað hann fjall bara inn og það var það er ást að setja mörk. Já. Og þetta er svo einfalt, þetta er svona te-póka, jóka, eitthvað drasl, liggur við, en þetta er samt svo satt og ég var alveg, að því svona raunskildi þetta allt í hennu og prófaði að fara að mörkum með þessari hugmyndafræði frekar að vera alltaf alveg bara, mér langar bara að segja já. Þú veist, mér finnst bara svo gaman að vera til og segja já við öllu og bara ef að lífið býður mig bara í dans og segja ég eiginlega alltaf já og ég vil halda því. Það er þetta sem ég elska við Kötu, hún er alltaf til í alla vitlis, það er alveg sama hvað. Já. En ég vil samt líka skynja hvar, þú veist, mörkin eru og fylgja þeim, þess að það er svo mikið gjöf að setja þau.
og setja þau fallega. Þannig ég held að, þú veist, ef ég má, þá myndi ég vera til í almætti, veitti mér ennþá frekari lærdóm í þessu og skildi eftir svona það sem ég er búin að sortera út sem ég vil alls ekki. Er þetta bara leikliði sem drífur þig áfram eða ertu finnst þú að bera ábyrgð á skemmtun og velíðan annara? Ég stundum þar sjálf. Já, þetta er líka blanda. Svo bara finnst mér óeðlilega gaman að vera til og vera með fólki. Þannig að ég vel alltaf fólk. Sko við Imma, bara þess að þessi sagt, við hringdum í Kötu og báðum hann að gerast leiklistakennarinn okkar og það bara, já, ekkert mál, ég skal kenna ykkur spunna, á ég að koma heim til ykkar eða vil ég koma niður á skrifstofu til mín og ég hittast í kvöld. Þetta var bara svona. Þetta var ekkert sko eftir 3 vikur. Þetta var bara svo, já, ég er laus á eftir klukkan 4 og svo getum við líka hist klukkan 7 í kvöld. Þetta var ekkert sko eitthvað bíða neitt. Ertu búin að gera human designi hennar? Nei, við þurfum að fá það núna inn í símann minn. Ég ætla að skráða á... Veistu klukkan hvort fær? Já, það er símanum. Við þurfum eiginlega að gera, ég er að gera svona human design. Komdu með klapp, flautur og öll dýr inn í skóginum. Við vorum í smá... Ég setti langa lagið að... Allt í lagi, Dóra. 3 mínútur. Við vorum að fá nýtt tækni bara. Dóra var svona með það. Ég slepp bara þannig að fólk sem hlusta og ég ætla að vera með eina svona auglýsing í lokin sem eldum rétt, sem fyrir nútíma konurnar. Ég ætla bara að segja, vegna þess að ég hlýtti þér og pantaði allan jólamatinn hjá eldum rétt, sem að, þú veist, væri kannski svolítið flókið fyrir marga, en þú veist, allt sem kom frá þeim var 100%. Ég veit það. Þetta var alveg frábært. Þetta var alveg... Heyrðu, hérna, við erum byrjað að taka aftur upp og Kata, ég er komin með kortið. Þetta er sko skemmtilegasti þáttur allra tíma. Já, hvað er kortið hennar? Já, nú ætlum við að finna kortið hennar Kötu, Human Design kortið hennar Kötu. Það er vantilega hérna seinast að ég var að setja þetta inn og það kemur náttúrulega í ljós. Þú getur gett hérna Katrín uppi. Nei, það er bara hérna, gjörðu svo vel, Dóra. Já, þú ert náttúrulega manifesting generators. Það er bara svoleiðis. Sem þýðir að þú ert bara, þið eru forgöngufólk, þið eru fólk sem getur ekki gengið leiðina eins og aðrir. Hérna, þannig ef ég og þú, ég er generator og þú ert manifesting generator og við værum að fara saman upp á Esju, þá væri þú allan tíma bara, það var satt þetta stytta leiðina ef ég hoppi við lækinn og fyrir framhandri, svo væri komin langt á undan mér upp á topp Esjunar, en þegar við erum konar upp, þá fattar þú, sko, ég er ennþá leiðinni, því ég geng bara stíginn, sko, ég fyrir bara hefðbundi skólakerfi og svona, svo er þú komin upp og þú bara, ég þarf réttindi til þess að vera lögfræðingur, hleypur niður aftur, það er í lögfræðigráðuna, svo kemur aftur upp og ég er ennþá leiðinni, bara, labba hérna, bara, ég er ennþá í leiklisskólanum. Og ég bara gera allt eins og á að gera og svo er þú ennþá upp og þú bara nei, ég vil vinna í Danmörku, þá þarf það að hlaupa niður og náður í danska kennitölu svona, þú veist, þannig á endanum erum við konar upp á sama tíma en þú hérna ferði leiðina öðruvísi en hinna augljósu leið þú getur haft marga bolt á lofti þú fær hratt áhuga og hratt leið og ef maður á barn sem er manifesting generator þá má maður bara aldrei koma í veg fyrir að það geri það sem því dettur í hug af því að þú átt að gera það sem því dettur í hug okay. Þess vegna ertu hér fyrir okkur hin en ég er bara svona geng leiðina og svo sé bara svona fylgist ég með þér og svo kannski ger ég eitthvað af því sem að þú ert búin að vera að láta þér detti í hug að gera Þú ert náttúrulega algjör manifesting generator, þú ert svo hröða og svo ertu náttúrulega af því þú ert generator, sem sagt með þann grunn, þá ertu með bara innbyggða lífsorku, þannig að hérna... Ok, þetta hljómar ægilega. Já, þú ljóstillífar í þínu stuði. Þú veist, það er svo gaman hjá þér að þú bara sjálf ljóstillífar. Wow. Hérna, og ég ætla að gera svona... Geggjað. Þú fær svona töfratóna út á það. Hvernig finnst þér að fá svona að vita allt um því hérna í útvarpsþætti eða svona podcast? Mér finnst það bara mjög hreinsandi og skemmtilegt. Það voru líka svo fallega orð. Það var eitthvað að mér að ég var ekki bara auðmjúk yfir þessari greiningu læknisins. Já. En stelpur, hvað haldið þið? Ef við ætlum að skyggnast inn í 2026 og ætlum að fara bara alveg inn í okkur og hugsa og við ætlum að svona sjá fyrir okkur hvernig hlutirnir geta orðið er eitthvað sem kemur til okkar Ég held að verði skemmtilegt Já, ég hef sko einhverja tilfinningu fyrir rosalegum hraða mjög örum breytingum við þurfum að takast á hlutina einhvern veginn gasalega hratt og alveg svona í átaki það verður fullt af svona sviftingu þar sem að maður bara bregðast við einhverju bara alveg bara Bang og Ólafsson sko Ég held að vera andstæðan við lognmollir Já og það finnst mér skemmtilegt en ég held að kannski gæti fólk finnst þetta yfirþyrmandi ár ég held að þetta verði ekki svona ár neinna rólegheita en ég er líka með pendur sem getur svarað já og nei spurningum Já, takk
Það er kannski einhver með spurningu fyrir pendúlinu Kötu. Pendúlin, nú kuklið að komast í algjört hámark. Já. Nei, sko, ég fekk prívat spá hjá henni núna fyrir áramótin inn í Kötu Odds og ég verð nú bara að segja eins og að hún er ansi lungin. Með Animal Spirit spilunum. Já. Já, þannig að ég sé nefnilega að þú þarft ekki að lesa, þú kannt þau í skrokknum. Animal Spirit spilin. Ég les líka. Nei, hún les líka bara, hún er bara með innsæðið opið, hún er alveg ekta galdranort, það er náttúrulega ekkert nema galdranortni við borðið og í allan dag koma bara galdranortni alveg bara í löngum röðum. Já. Mér finnst svo gaman að fólk er byrjað að gangast við nornin í sér. Já. Líka strákar. Og þú veist, að fólk er bara allt í auðvitað við ekki einhverjar verur sem eru bara kjöt og bein og geta bara eitthvað að lappa til vinnu. Við erum miklu meira það. Verðandi og skuld. Já, og einhver staðar hérna í kjarnanum. Já, þetta er alveg rétt Kata. Ég held að allir sé að vakna til sinnar eigin galdramennsku. Já. En er það ekki að vera manneski? Jú. Sko það er létt orð sem er miklu, mörgum finnst heppilegra að kalla þetta töfra, sem er svolítið eins og tjæmið ykkar, töfrar. Hins vegar, flott kona að koma. Það er flott kona að koma. Ganga töfrar. Ég ætla að biðja að titla þið bara þá verið aðeins í felum í smá stund, þá við skiptum út einum gesti. Hins vegar finnst mér kjarnin svolítið liggja í urðu verðandi og skuld. Ég meina þær eru einhvers staðar alveg við rætur Yggdrasil búin að vera að vökva ræturnar allan þennan tíma sem er fortíðin, núið og framtíðin. Þetta bera þær og þær kalla sjá að sín orð mjög heppilega og bara gangast við það. Já, orðið ef við bara neikvæðan blæja út okkur ævintýrum þess að það er búin að vera svolítið vondar. Eitthvað. Mér finnst þess að svolítið verið að Jú, og svo voru þær einhverjar brendar og þeim var drekkt. Já, þær voru bara fórnulegt. Mér finnst þess að fólk sé að ríkleima nornina sem svona svolítið eins og orðið hommi var tekið tilbaka og hætti að vera neikvætt. Þú veist, þetta er bara, það er ekki skammar að vera nord, það er mjög jákvætt. Það er algjörlega mjög jákvætt. En þið gleymdu, þú mátt brenna eldspýtu. Þú mátt brenna eldspýtu fyrir það sem þú ætlar að brenna á árinu. Bara svona huglægt. Má ég brenna bara eina? Allan stokki. Já, eina. Nei, við skulum bara brenna eina og nú skulum við gera pásu bráðum af því að við þurfum að gera pláss fyrir nýja gesti sem eru að koma. En við ætlum að þakka Lindu fyrir. Linda, þú farð að kveðja með því að velja þér hérna einn meistara sem þú átt að taka með þér inn í 2026. Sko já, heyrðu, þakka þér fyrir það og ég skal bara vera mjög heppilega en samt jartengt þegar ég tek fram meistaran, Kuan Yin. Vá! Haldið þið, sjáu þið. Heyrðu, það er rosa. Emma getur tekið í Kuan Yin stokkin. Enlightened action. Já. Heyrðu. Og lótusinn, hér erum við hvíta lótusinnum og mamma. Takk fyrir. Heyrðu, og svo náttúrulega verður að draga þér eitt Kuan Yin spil hérna, stokka þetta í kvelli. Klappaðu og blása í og blást í stokkinn. Kuan Yin er bara choose compassion, move forward with grace. Sko? Nei, sóma, með sóma og sann. Það var það. Heyrðu, bara Býttu nú við. take it away, Steina. Þið eru með leskleiru en stelpur. Nei, ég er ekki með, ég er bara með feikleiru, ég er bara lúpa. Dóra með leskleiru. Above you, the lantern dancer. Já. The lantern dancer. Þetta er... Lantern, þetta er skona, er þetta ekki bara eins og í Lord of the Rings, Númi, hvað er þetta spil? Light the flame. Haldur númi, hvað er þetta spil? Og Katrín getur rétt. Þetta er bara fyrsta spilið í stokknum, sko. Nú, já. Nú. Linda mín, þú náttúrulega banka bara á framdyrnar á spilastokknum. Bara að þakka ykkur fyrir. Bittu. Ég ætla bara svona aðeins quickly að gefa þér svona smá hérna. Því ég þarf að lesa, ég er ekki eins og Kata, ég er bara að kynnast Kuan Yin spilunum. Ég byrjaði bara að nota þau fyrir árið síðan og ég er búin að mynda djúpt samband við nokkur þeirra sem er að koma til mín aftur og ég er bara svona, alveg, það er alltaf verið að segja mér sömu hlutina, það er eitthvað sem ég er ekki að skilja, ég er alltaf að fá sömu söguna, en in a reading, það er meira en það sem augað sér. Nú. Bittu Kuan Yin, hinna guðlegu móður, að sýna þér það sem þú þarft að sjá. Praktískar lausnir munu koma til þín. Við þurfum að tala þak og gólf og svona, og skrauthólinn sem þarf að fixa og við þurfum náttúrulega að standa fyrir einhvers konar söfnun á árinu. Bara make note, everybody, we have to fund skrauthólar. Allavega. Praktískar lausnir munu koma til þín, en fyrst þarf þú aðeins að svona bara halla þér aftur í byrjun árs
og bara slaka á og svona horfa yfir sviðið, Linda. Gefa þér bara svona aðeins augnablik í janúar. Það búið svo mikið fólk hjá þér allt árið, ástu mín. Ég held að þú þurfir að koma með mér og Dóru upp í bústað og við þurfum bara að vera svona slaka á í 2-3 daga. Þar sem þú ert ekki að sjá neitt og kannski ég og Dóra sjáum þig. Fáum kannski einhverja vinkona okkur í það að sjá þig. Og hún er búin að vera að sjá 1000 manns á árinu. Já, ég held að þú verður helginni því. Og Ég ætla að gefa henni klapp. já, en þú þarft slökunina, geta horft yfir sviðið til þess að bara svona safna þér saman og þá getur þú gengið inn í nýja árið alveg örugg. Þú verður að taka þér smá pásunan í byrjun janúar. Og við skulum reyna að koma þessu kring. Ég, Imma, Dóra, við finnum einhvern dag og við förum eitthvað með þig og gerum eitthvað við þig, alls konar. Ok. Þökkum þá Lindu fyrir komuna. Já, endilega. Takk, Linda mín. Takk fyrir komuna. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já. Heyrðu, við þurfum aðeins að laga. Ég er búin að kveikja og það er sem sagt komin nýr gestur og 2 farnir, Linda og Imma, en Imma kemur kannski aftur. Já. En við vitum ekki að því það er allir hérna, því það vilja allir vera. Svo gaman. Það er svo gaman, sko. Velkomin. Hér er komin Ester Talía. Já. Og ég verð nú að segja, hún er náttúrulega systurdóttir mín. Og mér finnst hún vera raddfegursta leikkona og söngkona landsins. Og það er náttúrulega því við erum skildar. En þú ert það og velkomin. Og hvernig stendur á því að þú ert í fríi? Ertu ekki að fara að leika eitthvað í kvöld? Eða? Nei, ég bara tók 2 hérna á milli jól og nýjárs, 26 og 7, og svo er ég bara búin að vera í jólabóðum. Já, akkurat. En það er svona, það er ekkert eitthvað brjálukeysla. Nei. Hann boðar það nýji leikhússtjórinn, hann ætla að minnka álagið á okkur. En geggjað. Heyrðu, en þá hefur kannski tíma á 2026 til þess að nota þetta. Þetta er alveg nýjung. Imma vinkona okkar kynnt okkur fyrir þetta, þetta er Plump. Það eru 30.000 býflugur inn í þessu klossi og þú mátt setja þetta á þig. Ég ætla að byrja á því að setja smá kottu á kottu. Það er bara því mér langar að leggja köttu á kotta. Á kottu mína, hana köttu og fyndu. Nú kom alla býflugurnar og þær stinga því svona í varirnar. Það kemur ekki alveg strax, það kemur svona smátt og Kemur svona tingli. Og maður verður svona hott á vörunum, sko. Maður verður rosalega hott á vörunum og það er svona bólna út eins og maður hafi fengið svona bráðabirgðabótox. Heyrðu, en má ég tala meira fallegt Ester? Já, strax. Ég var náttúrulega með Ester, hún er eina sem að lék allar 250 bubbasýningarnar af leikhópnum og bara af öllum. Og hérna, hún söng alltaf til dæmis Fallegu dagur, þú veist, en hún er með svona rödd sem að lætur mann fara að gráta, sko. Af því að það er svona, hún opnar inn í eitthvað svona ljósherbergi inn í sér þegar hún er að syngja. Já, hún og þú veist þetta ekki, Ester, en ég er bara að segja fólki þetta, þú veist, og þú bara hlustar og tekur það til þín. Já, ég tek það til mín. Já. En hún náttúrulega með svona galdra í röddinni og líka hvernig hún heldur utan orð. Hún hefur líka aðgengi að orðum. Af því það er náttúrulega mannsröddin, þessi víbrasjón í mannsröddinni, hún hefur svo mikil áhrif á manns líkamann, af því við erum bara víbrasjón og röddin þín er þannig að þú syngur alltaf beint inn í hjartað á manni. Þú hellir úr hjartanu og þá ferð það inn í hjartað á áhorfendum. Þetta er meistarlega vel gert hjá þér. Til húrra frænka, fá klapp. En Ester, við erum svona að spyrja alla, hvað er það sem þú ætlar að skilja eftir 2025 og ekki taka með þér inn í 2026, ef eitthvað sem þú ætlar að láta af, til dæmis að þú er að gera eitthvað rosa mikið einhverju og þú nennir ekki að gera það lengur og vilt bara hætta því núna. Er eitthvað sem þú vilt breyta? Ætla þess ekki hlust, sko, skilja eftir er kannski einhver svona þjónustulund og meðvirkni. Og taka með mér er meira að hlusta bara á mig. Það er komin tíma mig. Vá, þú ert alveg með okkur Dóru þar. Já, ég meina þetta. Við erum alveg hættir að hlusta á alla aðra en okkur sjálfur. Og þjónusta fólk og svona, jú, ég meina upp að viss marki, en hérna, ég held að mér fór í fyrsta sinn til útlanda í ár. Vá. Ég uppgötaði það eftir ákveðið vinnuþrot að ég hafði aldrei farið bara ein
í meir en sólarhring til útlanda. Og út úr þessu vinnuþrótti kom sem sagt það annarkvort ætlaði ég að skilja eða kaupa mér ferð til Rómar. Og ég keypti mér ferð til Rómar. Og fór ein í 4 nætur. Vá. Og það var stórkostlegt. Segðu mér, ég hef nefnilega held ég bara einu sinni farið ein eitthvað, en þá var ég samt á leiðinni á námskeið hjá Paul Wells, þannig að það var að gangi í sérþrjóðsætlu. Já, og ég átti að hitta kærast á leiðinni sem vildi svo ekki hitta mig og Þannig að það var öðruvísi tilgangur. Já, það var öðruvísi tilgangur. Those were the days. Já. Annar Dóra, annar tími, annar líf. En segðu, hvernig var að fara ein? Það var bara stórkostlegt og þetta var bara svona eat, pray, love svolítið og ég bara ráfaði götur Rómarborgar og gekk 20.000 skref á dag og skoði og var túristi og settist niður þegar mér sýndist og borðaði þegar mér sýndist og bara... Flörtaður ekki þau? Nei, nefnilega ekki. Ég var ekkert þar. Eat, pray, walk. Já, það var svona eat, pray, walk. And love yourself. Já, en sko Kata er nefnilega ítalskur flagari inn í sér. Já, það veit ég nú. Við vorum saman í MR og vitum allt um það. Já, þannig að það verður nú kannski gaman Kata við fengjum að sjálfsvaldið að heyra í flagaranum. Svona ítalska græðamann. Já, hann er aldrei langt undan. Já, þú myndir nú kannski... Hvað ég er að gera þetta undir þessu borðið til dæmis með Dóru. En þetta er stórkostlegt, Ester. Já, þetta var stórkostlegt. Og ætlar að fara að leggjast í langferðir ein núna? Já, ég sé alveg fram á að ég geri þetta kannski einu svona ári allavega. Ég myndi svona... Lappa Jakobsveginn. Já, eitthvað, þetta er eitthvað svona... Það er eitthvað að gerjast inn í mér með þetta. Tundraspil. Ertu að finna betur fyrir norninni í þér? Norninni? Já. Finnst þér hún að vera svona að vaksa inn í þér? Við höfum verið að tala um nokkra konur og svona... Við finnum allar sko að við erum að svona... tengja þess betur í bara... Já, ég meina auðvitað. Þú veist, galdrakallin inn í okkur. Já, auðvitað. Maður getur ekkert eitthvað að skúpa henni í burtu, sko. Hún hefur alltaf verið þarna. Og já. Áttu svona spil eins og Kata? Nei. Ertu svona norn? Hvernig norn ert þú? Ég er ekki svona norn. Ég er meira svona, ég er kannski bara... Ég bara veit stundum hvernig er best að tækla hlutina fyrir aðra á þess að ég sé eitthvað skipta mig mikið af. En svona, þú veist, svona, þú veist, og svo stundum segja bara I told you so. Þannig að kannski þarf ég að fara að virka það. Ég skipti mig kannski meira af bara á einhvern veginn svona, ég veit ekki, ég þekk bara. Já, stýrin í röddina eða eitthvað svona að vera stýrin. En ég veit úr líka blómanorn. Ég meina, þú er náttúrulega eitt fallegasta garð í... Nei, ég meina, húsið þitt er náttúrulega bara eins og eitthvað svona serimóníuhof. Það er bara allt, maður kemur inn og maður sér bara að þar er bara... sko, svona, þessi femíniska orka á ferðinni. Það er bara sköpunarkraftur hvert sem litið er og hvort það er matur eða upp á veggjónum hjá þér eða hvernig þú raðar húsgögnunum eða blóminn sem þú gróðursetur eða hvað er. Þú ert alltaf að búa eitthvað til. Hvenær fannstu þessar blómakonu í þér? Ég held að hún hafi bara verið til bara mjög snemma. Ég held bara í garðinum hjá langömmu, sko. Hún átti fallegan garð í Bólstaðarhlíðinni. Og ég var oft þar bara ein að dunda mér og horfa á blómin. Og hérna, það var svona steinahleðsla. Sér hvað ég er hissa? Já. Ég á þetta ekki til í mig. Ég bara, what? Okay. Ég var stundum bara alveg bara, þú veist, 5 og 6 og 7 ára mann, ég úti í garði ein, bara að horfa á blómin og svona skoðaði mitt uppröðunina. Þetta er í konunum í fjölskyldinu, það er þessi rosalega áhuga og gróðri og blómum og svona. Og við kunnum ýmislegt jurtir á þess að vita af hverju við kunnum. Það er bara þannig. Já, þannig að þetta kviknaði bara mjög snemma og lengi vel alltaf ég fór svo sko, þegar ég var í 10. bekk fór ég til Binna á Blómavestæði Binna í svona starfskynningu sem maður gat valið. Og og ég hugsaði alveg um það að verða blómakona á tímabili eða opna blómabúð eða fara að læra þetta. Kannski áttu eftir að gera það. Kannski áttu eftir að gera það í Róm. Í Róm? Já. Nákvæmlega. Já. Já, ekkurat, sko. Við erum hérna með, sko, spákonu við hliðina. Langar ekki til að fá svona smá spádóm fyrir næsta ár? Algjörlega. Farðu alveg svona djúpt. Katrín, þú að segja henni hvað var það? Þú átt bara að stokka í róli heitum og meðan spjall heldur áfram. Svo finnur þú einhverja spurningar, hugmyndir eða svona... Ég ætla að róa með að rosalega rugglaði í mér energii núna. Nei. Jú. Viltu fá pendulinn? Nei, ég ætla bara... Ég íti á svona töfratakka hérna með þessu. Æðislegt. Ég ætla bara aðeins að burn it all away og kveiki hérna eldspýtu og bara losna við hennan óru og raskatinn á mér. 2 töfratakkar. Já.
Ok, ég hlakka svo til að vita hvaða spil Ester fær. Já. Sem ætlar að skilja eftir meðvirknin og velja meira sjálfa sig. Já, Sjá hvað, Svo finnst mér náttúrulega við að syngja eitt jólalega þegar Ester hérna. Já. Þú verður aðal og við svona bara röddum rólega með til að skemmi ekki. Ok. Eitt í einu, þú þarna, út allt orka. Eitt í einu. Já, fyrst bátum. Já, nú byrjum við á þessu. Ok, þetta er geggjaspil. Þetta er svona að læra eitthvað nýtt spil. Kóbra. Já. Hún er svona býður og sér og horfir og er svona í frá biðstöðu, svona hún er á myndinni. Og hérna... Eins og glöggir með að sjá. Já, eins og glöggir áhorfendur sjá. og þetta er eldspil, sko. Já, og hún er í raun og veru ótrúlega mikið að segja þér að það er eitthvað nýtt sem þið langar til að læra. Og það sem hún segir líka er að þú munt vita það, þetta er svolítið fyrir árið þitt sem er að koma. Já. Þú munt vita það þegar rétti kennarinn kemur, þá ert þú tilbúin að læra. Það er ekki þannig að þú þurfur að fara að skráði eitthvað tréspið mannskju núna. Nei. En þetta er miklu meira þannig að þú býður og skoðar, en það er svo rostór hluti sáluninni sem vill fara eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt. Og þú þarft bara að líða því á árinu sem er að koma og að þetta er svo mikið tengt við innsæið, það getur líka að virka þannig að maður fer ekki þangað þá fær maður ekki jafn góða tengingu við innsæið sitt. Þannig að when the student is ready, the teacher appears. Mjög gott. Þetta er bara... Já, það er nú eitt með kennaran. Ég hef reykið mig á það að kennararnir eru ekki fólki sem maður heldur að sé kennarar. Nei. Einmitt. Ég vildi eitthvað allt annað fólk sem eru kennarar. Og það er svo gaman þegar maður áttur að segja, vá, þetta er kennari. Það er svo geggjað. Góða skemmtun. Já, ég sem bara hlakka til. Nú, hvað er að gera á áramótunum? Heyrðu, það er svona óljóst, en jú, líklega erum við eins og síðustu 20 árin hjá föðursystur mannsins míns, sem er rosalegu kokkur og einmitt svolítið svona frænka mín frá hinn megin, sko, blómakona og svona algjör meitriark, eins og þú. Býtu býr hvar samt? Já, bestlæðstætti, Yes, og Ragnheiður. okay, já, hún er geggjuð. En þið verðið samt að koma nú til að plugga shamelessly, að ég var að segja, mér finnst svo fárálegt í okkar frábæra áramóta menningu að þessi ekki sungið saman á brennunum. Já. Þannig ég er búin að gera event á Facebook. Ég sá það. Já, klukkan 9 á brennunu ægisíðu. Er það í kvöld? Eiga allir að koma á gamlárskvöld. Á gamlárskvöld? Það er búin að kveiki brennunni og þá er fólk að koma og hópast saman og syngja. Já. Af því það mun fullkomna þetta. Já. En Ester, má ég samt taka þetta að skrifa lengra með spilið? Já. Veistu hvað þig langar að læra? Ertu með eitthvað sem er að krauma inn í þér? Sko að læra veit ég ekki, en það er kannski ákveðið sem ég langar að gera. Já. Og það hefur eitthvað... Með við vita. Ég minna það hefur eitthvað með röddina að gera. Ok, já. Einmitt. Loksins, já. Það er, en þú veist, þetta er, eins og þú segir, Það er mjög röddin gott að hún segja liggur til að svo manifesta djúpt það. í sálinn á manni að það er eitthvað við það fyrir mig að stíga skrefið að kannski búa til plötu eða eitthvað sem að liggur líka svo djúpt og mér finnst svo eitthvað hættulegt. Ég veit ekki hvað það er. Það er, já. Er það óttið við að mistakast? Já, og alveg óttið við að vera leiðilegt. Mér langar ekki að gera leiðilega plötu. Eða svona predictable og svo þarf maður bara að henda öllu þessu út í raskatið og gera bara það sem maður langar til að gera. Og það er alltaf það sem ég er að reyna að fara að finna út. Það er alltaf það, maður þarf alltaf að gera bara... Það sem ég langar, bara fyrir sjálfa sig. What makes your heart sing? Skiptir ekki máli hvort hún spilir það ekki, en ég gerði þó plötuna. Já. Nei, en ef að þú gerir hana með hjartanu, þá hittur hún, fyrir hittur hún áhörfundur. Það er bara þannig. Já. Mér langar svo, og þú mátt segja nei, að þú syngir þarna Fallegu dagur, að því fyrstu orðin í því eru þetta að fara að leggja stað í, bara veit ekki hvað vakti mig. Já. Þú veist. Okay. Ég syng fyrst eða til þér. Já. Og eigum við að syngja eitthvað með henni, eða eigum við að Þegar kannski þegar Fallegu dagur. Já, þá komum með þér inn, já. Ok. Veit ekki hvað vakti mig, vil liggja stund, togar í mig tærbirtan, lýsir mína lund, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, Viltu syngja allt? Viltu syngja meira?
Please, næsta erindi. Ætlum við ekki að syngja jólalega það? Nei, viltu syngja Ég aðeins? vildi alveg að skipta út jólalagi að því Já, okkur langar ekki til jólalag. Nei, Og hvernig var, hvernig var annað þetta hérna? ég skal finna þetta. Jú, nei, ég er með það. Ok. Íslensk sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitan, inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Svo annað erindi sem ég söng aldrei í sýningunni, þannig að ég man aldrei textan á því, þannig að þetta var bara þessi bútur eiginlega sem ég söng í sýningunni. Svo þurfti að rífa það alltaf upp ef ég beðin að syngja það einhvers staðar. Mér fannst þessi texti var það, það er eitthvað svona moment í lífi hverjar mannesku, þar sem að þú ert að ganga einhverja leið og þú ert einhver persónuleiki, svo allt í einu lendir í einhver og eitthvað bara brýtur upp og þú manst hvað hún kemst. Þú komst úr ljósinu, þú veist, það er eitthvað, allt er bara, og ég grét alltaf, ég satt þarna fyrir aftan þig og ég grét alltaf svo mikið þegar þú söngst þetta, sko. Af því að þetta er bjargræðið okkar, það er ljósið sem við fættumst, eitthvað svona. En Kata, áður en að þú ferð, þá verður þú að draga spil fyrir Dóri, fyrir árið, vegna þess að Dóra er alveg í algjöru drasli, hún virkar eins og hún sé alveg svona together, en hún þarf virkilega að fá að vita eitthvað svona gott svona inn í næsta ár. Stoppaðu. Af því að ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera. Ég veit það, það er gaman! Það er svo geggjað, ekki heldur, það er ógeðslega skemmtilegt. Ég er ekki með neina vinnu og það er svo geggjað og ég er svo ánægð með það. Ég líka. Ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera. Nei. Veistu hvað þú vilt gera? Nei. Nei, ekki heldur. Ég veit ekki heldur hvað ég vil gera. En það er mjög gott að það sé svona ánægð með það. Það er fyrir öllu. Þetta er svona virk á styrum. Það er bara, wow, ég veit það. Það er eitthvað sko sjónvarpsverkefni, en þið viti hvernig það er. Maður veit aldrei hvort af því verður fyrir þú bara ert búin að fá tökuplani í hendur og búin að skrifa undir samning. Já, getur allt gerst. Þetta hér er næsta ár, þetta hérna, þetta hér. Ok, The Moth. Mér finnst það leiðilegur. Hann er erfiður. En, þú veist, maður dregur það sem maður dregur. Ok. Þetta var algjör bara með að fengi tígristýri eða eitthvað. Þú getur... Ok, en býtu samt, sko. Hann er impulsífur. Það er gott. Hann er svolítið fljótfær. Já, og hann er svolítið mikið svona að hugsa að grasið er alltaf grænna hinum megin. Leiðilega. Já, ég veit það. En þetta gerist svona þegar við draugumst að svona auðveldum lausnum og svona quick fix og þannig. Þetta er náttúrulega frekar svona veralegt spil. Og það sem er svona skínandi og nýtt, það höfða til þín. Þú draga hana. En þetta getur sko þýtt það. Já, ég dró líka Örn. Já. Bara því ég ekki að hafa bara moth. Þetta er svona moth move, skilur við. Bara ég fíla þetta ekkert að fá nýtt. Já, þetta er moth. Þetta er gott. Já, þú veist ekki Örnin, elskar mín. Þannig að ég raun og veru... moth away, Dóra. Sko, það sem þetta getur leitt til... Já, það sem þetta þú hlustaði hérna. Er að þú getur raun og veru verið með fullt af ókláruðum verkefnum. Og verður smá svona... Þú veist svona... leiðir við því og burnout, skilur, þú er að passa þig en ég meina, það er gaman að minna fólk á það sem er í þessari orku að lífið er bara mjög flókið og það skiptir ekki máli hver svona þetta er líka moth energy, ég vil ekki hlusta á þetta já, en ég meina, þetta er bara allt eitthvað ferðar brendu bara fleiri, Dóra og þú þarf bara að horfa lífið meira sem svona ótrúlega ráðgátu heldur en að vera að óska þess að það veri auðveldara eða öðruvísi. Eða vera Örnin sem er með yfirsýn, veit að allt er svo stórkostlegt og sér það smæsta og það stærsta. Já. Og það tilfinningu fyrir hvernig heimur er. Þetta er vængkaf. Já, ég er með vængkaf og ég er gáfaðasta dýrið. Já. Ég er gáfaðasta dýrið. Já. Nei, ég er bara moth. En málið er það að þú þarf bara að gera eitt til þess að losa út úr þessu orku og það er að klára eitthvað verkefni. Ó já, ok, ég veit hvað verkefni. Já, kláraði það og það ert ekkert með þetta lengur. Er það bara eitt verkefni? Kannski er það bara hnífabragðsskúffan. Nei, ég held ekki. Kata bara, nei, það er miklu stærri en hnífabragðsskúffan. Ok, já, takk fyrir þetta, Kata. mín var ánægja.
Þetta er ekki en örnin býður mín handan við hérna. Já, það er klárlega. Hvað er moth á íslensku? Er ekki mölfluga? Mölfluga. Örnin býður mín handan mölfluguna. Já. Herðu, ég að taka hérna upp að ég fekk skýring á því að til þess að komast, að sko moth kemur víst áður en örnin kemur, sagði hún Linda mér. Þess að mothið er nefnilega skynjari og sendir skilaboðum til arnarins og svo kemur örnin. Ok, þetta verður allt í lagi. Ég bara verð að fara í gegnum þetta moth-dæmi, það er alveg greinlegt. Jæja, en hér klárum við þennan þátt með loka lagi og hérna svo byrja næsti þáttur og árið er 2026.